Nú, við erum líka komið með kjörsókn í Reykjavíkur kjördæmi Norður. Hún var 42,39%. Nei, segir Katrín Theódórsdóttir, formaður yfirkjörstjórnar í Reykjavíkur kjördæmi Norður, komdu hérna til mín. Segðu mér, Katrín, já, hvernig hefur talningin gengið og getur þú sagt okkur eitthvað aðeins, einhverja tölur eða kjörsókn? Já, talningin hefur gengið svona bara eftir atvikum ágætlega. Kjörsóknin var þannig að það greiddu atkvæði alls 22.819 manns og það eru 50,36%. Og við erum komið tölur og það hafa sem sagt verið talin alls 15.073 atkvæði og það að sjálfsögðu bara búið að telja fyrstu spurninguna en við henni sögðu já 11.114 og það mun vera 73,7% líklegast og nei sögðu 3.386 og líklegast 22% og síðan eru 573 sem að skiluðu auðu. Talningin svolítið sérstök núna í þessum kosningum. Já, hún mjög sérstök. Við erum sérstök eins og ég segi, við erum búin að fara núna. Við erum líklegast búin að telja 66% af atkvæðunum og þetta útkoman úr þeim. Nú, við munum rúlla í gegn öllum spurningunum og við erum byrjuð núna á spurningu nummer 2, þannig að þetta mun fara 6 sinnum í gegn. Og þá tökum við restina og förum nákvæmlega í sað með það. Hvað þetta hátt í að hlutfall atkvæðaseðla sem þið eru búin að telja núna fyrstu spurningu? Jú, ég held að það láti nærri að það sé 66%. Það svona kannski eitthvað undir 70%. Þakka kærlega fyrir þetta, Katrín.